Við hættum í seinustu viku þar sem við vorum í raun búin að taka og vinna aðeins í þessu blessa verkefni okkar hérna að birta eitthvað blogg hérna á Netlify. Voru komið með eitthvað sem að var nú vantaði allt útlit á, eða bara eitthvað algjört base dæmi og vorum búin að taka þessa markdown skrár okkar, færa þær yfir í HTML hérna, gera það í einhverju templati, skrifa einhver test og svona dundi eitthvað. Svo lukum við tímanum, eða svona senast sem við gerðum var að setja upp hérna app.js sem við settum upp package.json hérna sem að í package.json settum við upp start sem að keyri þá hérna app.js svo við getum keyrt þetta á Heroku. Þannig að við erum núna með eitt repo sem á einu stað bara á GitHub og tengt við 2 þjónustuaðila, annar er Netlify, hinn er Heroku. Þeir eru ólíkir sem við fórum yfir í seinustu viku og við ætlum aðeins að skoða núna hvað það þýðir þá að vera með svona dýnamískt app og hvað það leyfir okkur að vera með dýnamískan bakenda þar sem við erum ekki bara að búa til eitthvað í einhverju bildskrifi, heldur erum að bregðast við fyrirspurnum þegar það er komin. Og til grundvallar þá liggur sem sagt námsefni seinustu viku og þessari viku sem er þá það bara hvernig við tökum við gögnum og notum form til þess og aðeins það hvernig það er mismunandi hvernig við lesum gögn, hvort að við erum að vinna með svona URL-encoded gögn eða hvort við erum að vinna með svona formdatagögn sem að getur þá leyft okkur að upplóta skrám og munurinn þar á. Síðan er með JSON-gögn þegar við erum að taka við eða senda frá okkur gögn á JSON-formi, þá er það síðan annað. Og svo er hérna hvernig við vinnum með svona validator og það er til sem sagt validator.js sem er svona bara library sem leyfir okkur að validata dót sem við ætlum að nota og höfum notað seinustu ár og er bara fínt. Það er með annan pakka sem heitir Express Validator sem er svona wrapper ofan á það og leyfir okkur að skilgreina þetta sem middleware sem að hefur ýmsa kosti sem við munum fara yfir aðeins á eftir en er líka hérna í þessum dæmum hérna og þetta er það sem við erum að gera í verkefni 2 og þá þegar þetta er komið og við erum búin að taka með einhverjum gögnum og við erum búin að staðfesta að þau séu í lagi, þau eru bæði valid, þau eru sanitized að því leyti að það er búið að taka þau og eins og með kennitölu sem er svona afskaplega fínt dæmi og ef maður hefur lent í að geta ekki slegið inn bandstrygg hvort sem það er í kennitölu eða í símanúmeri eða vísakortsnúmeri eða eitthvað eða getur ekki gert eitthvað til þess að skipta á milli margra eins stafa, hvort sem það eru tölustafir eða venjulegir stafir. Velkomin, við erum 4 í salnum núna, þetta er allt að gerast hérna. Og að geta sérstaklega þá með 16 stafa kreditkort, geta ekki gert eitthvað, geta ekki sett bil eða geta ekki sett bandstrygg eða eitthvað, þá er það alltaf spurningum þessa upplifun formsins, upplifun notandans af því sem við erum að forrita. Og það er svona hluti sem bara er okkar að hugsa sem forritara, að við erum ekki heilalaus verkfæri einhverja annara, við erum fólk sem hefur skoðanir og hefur veit hluti og þá er það til dæmis þetta að segja hérna, hei, formið gerir bara ráð fyrir gögnum á þessu formi en hvað ef það er hinsegin, hvað ef það er svona og vera að agitera fyrir notandanum ef það er ekki búið að hugsa fyrir því. Því það er ekki þannig að við getum bara sagt hönnuðurinn hugsar þetta, viðskiptavinurinn hugsar þetta eða verkefnastjórinn hugsar þetta, við verðum líka að láta heyra í okkur. Og þá er hægt að taka það og það er hægt að fara með þetta nokkuð skref í viðbót og hugsa bara, ok, hvað á þetta við bara kúltúr og nafn og alls konar. Og þá er þetta A Curated List of Falsehoods Programmers Believe in sem er afskaplega skemmtilegt svona að skoða og sjá þetta svona, þessar forsendur sem við gefum okkur og eftir því sem við lærið meiri forritun og að vinna í fleiri verkefnum þá kannski komist að forsendur eru yfirleitt rót allra bugga að halda, ég hélt að þetta ætti að vera svona
og svo kom bara ljósa að þegar við spurðum ekki, að þegar við gerum ráð fyrir einhverju, þá var það vitlaus forsenda. Og við sem Íslendingar náttúrulega lendum kannski líka í því bara með það að reyna að slá inn nöfnin okkar eða innihalda ekki í ameríska stafi eða eitthvað, að þetta getur verið vesen. Þannig að sem ekki fallið þá gildrur, þó svo að það sé eins og margt annað í lífinu, það er auðvelt að tala um það og segja að maður ætti ekki að gera það, en svo að ná því þegar maður er í raun og veru að gera það, krefst mikillar þjálfunar og mikils innsæis sem kemur bara eftir því sem maður eldist og brasar meira. En hérna er mjög mikið af dóti og kannski eitt skemmtilegasta er tíma og time zones, og það er eitt vídeó frá honum, man ekki, sem að breskus maður sem kom fór meira að segja á vestustu eyju Íslands eða eitthvað svona, var eitthvað sko, það sem er að fjalla um bara af hverju time zones eru ótrúlega flókin, og við höldum að það sé bara eitthvað, já, herri, ég geymi bara eitthvað, það er ekki allt í GMT sem við erum ótrúlega heppin með að hafa, hvorki Daylight Saving Time né time zone, við erum bara á GMT, UTC, bara geggjað. En já, mjög mikið af hlutum sem við getum, af hólum sem við getum dottið ofan í. Tom Scott, akkurat, og Tom Scott time. Skrifa þetta vitlaust, en þetta afskaplega gott vídeó, ekki þessi kallar, en Tom Scott, ég skal senda þetta á ykkur eftir. Þannig að það er það sem var í seinustu viku, og í þessari viku eru Postgres, það sem ég er búinn að fara yfir bara hvað Postgres er. Postgres er bara gagnagrunnur sem er búinn að vera til í langan tíma. Hann er open source, sem er stór kostur af því að svona stórir production ready gagnagrunnur eins og Oracle eða Microsoft SQL, MS SQL kosta gífurlega mikið bara í leyfisgjöld, þannig að við ætlum að nota það í einhverjum verkefnum, þá bara er það dýrt. Postgres er bara open source og við getum bara deploya honum það sem við viljum, og svo er bara spurning hvar við rekum hann, hversu mikið við þurfum til þess að geyma gögnum eða taka við umferð, og síðan aðeins hvernig við bara vinnum með og skrifum þessar SQL fyrirspurnir okkar, CRUD, þetta create, read, update, delete, þessar aðgerðir sem við gerum yfirleitt á gögn, sem í svona langflestum webforritum, að þetta eru ekkert voðalega svona einhverjar flóknar aðgerðir sem við erum að gera. Við erum yfirleitt bara búa til einhverjar færslur, breyta þeim, eyða þeim eða lesa þær. Og síðan hvernig við gerum þetta sinni gegnum Node.js, sem við ætlum að skoða eins og eftir. Svo er einn fyrirlestur sem ég gleymdi og ég ætla að reyna að henda upp á eftir, sem er vensl í Postgres. Það sem er í raun hvað við getum gert til þess að búa til gagnagrunn sem tekur við skráningum, og skráningarnar eiga sér vísun í einhverja töflu, aðra töflu með upplýsingum eitthvað annað. Hvernig getum við venslað þessi gögn þannig að við getum tryggt gagnaheilindi og gagnaöryggi, og að því leyti að við skráum ekki bara einhverja skráningu sem er bara vísar í eitthvað bull, eða við eyðum einhverju og allt í einu vísar einhver skráning í eitthvað sem er ekki lengur til. Og við getum búið til svona constrainta á gagnagrunnin okkar sem eru að representa hvað við viljum vera að ná fram í verkefninu, og að nýta sér svona þessi relational model í gagnagrunnum er rosalega kröftugt, og ég mæli eindregið með að þið skoðið það og eru frekar öguð og svona pæli meiri í því og aflétti þá þessum constraintum en að reyna að bæta þeim við eftir á. Þannig að þetta er það sem er, og ég reyni að hafa dæmi bæði núna og í næstu tímum og í bara dæmunum sem ég set inn þar sem ég er að nota það hluti sem við notum síðan áfram í verkefnunum, og þið getið síðan skoðað í raun verkefni frá því fyrra og sýnlausnir á þeim til að sjá svona hvernig við erum að búa til þessar fyrirspurnir, þessi gagnamódel, og vinna með þessi gögn. Ok, það er kom upp áðan sko að
það er eitthvað issue with the Heroku API, þannig að það er ekki hægt að logga sig inn á Heroku, sem er svona ákveðin ókostur í svona þessu skýja umhverfi sem við erum í. Hann er ekki komin upp, þannig að þetta er alltaf kemst lengra en áðan, þannig að það eru einhverjir forritarar fullu að vinna í þessu, sem er náttúrulega eitt svona, bara það að færa þetta í hendur á einhverjum öðrum, hýsinguna á dótinu okkar, er ókostur af því leyti að ég get ekkert gert til þess að breyta þessu. Blessunarlega eru vefirnir uppi sem keyra á þessu. Þetta er bara eitthvað mál með management console. Ég get ekki séð í raun það sem ég get ekki brugðist við neinu, ég get ekki séð heilsuna á eða deployað eða gert eitthvað. Ég get gert það líka um command line tólið sem ég geti kíkt á, sem að við erum með hérna, og nú er ég bara aftur bara á þeim stað sem við hættum í senstu viku, og ég geri hérna Heroku HMI, þá fæ ég upp upplýsingar hvaða og sí. Ok, kannski er þetta bara líka niðri. Þá get ég loggað inn hérna, opna browser, allavega ekki, logga inn. Já, þetta er skemmtilegt. Þetta er bara eitthvað sem gerist, og já, ok, þá getur ég gert þetta, Heroku, þá getur ég séð hérna, ég er innloggaður sem kjarni@gmail.com, sem er bara minn persónulega account. Þá getur ég séð hérna, ég er bara með remote sem sagt á hérna GitHub, sem er þá í raun þessi hérna gaur, bara með remote hér, en við getum bætt við sem sagt remote á Heroku. Þannig að við skulum bara gera hérna Heroku git remote app. Ég held að það hefur verið svona, og þá bæti ég við nýju remote sem er Heroku, sem ég get þá pushað locally frá mér inn á Heroku, í staðinn fyrir að fara í gegnum þessa keðju sem er ég pussa á GitHub, Heroku pickar upp committið á GitHub og deployar þá, og þá get ég sagt núna bara git push Heroku main, og þá pussa ég beint frá mér yfir á þetta er eitthvað sem við vill aldrei sjá, application error. Ok, þannig að þetta er ekki, þannig að við verum bara að vinna hérna og krossa puta að það sé ekki eitthvað að renna þarna úti sem að hvort þarf að díla við. Þannig ég er upptíkin, en við sem sagt getum ekki gert þetta, en þetta getum við gert þá ef við viljum bara geta vera að dúndra beint yfir á Heroku og viljum ekki vera að bíða eftir hinu, og það er til dæmis ef við erum að debugga eitthvað á Heroku, eitthvað sem er öðruvísi í þessum tveimur umhverfum, af því að þó svo að Heroku og þessi 12-factor app pæling sé svolítið að minnka þetta bil á milli þess að reka vef og að smíða vef í, þú veist, einhverju dreymir að þetta verði bara sameinast bara í einhverju einu DevOps pælingu, að þá eru alltaf einhver munur, og þú veist, við getum gert aðra hluti eins og við ræddum aðeins í lok seinasta tíma, eins og að vera að nota Docker, þar sem við getum í raun verið bara með algjörlega einsleitt umhverfi, þar sem ég er ekki að keyra þetta á MacOS, hitta á einhverju öðru og þriðja á einhverju Linux distro, allt öðru Linux distrói, heldur erum við bara alltaf með nákvæmlega sama stýrikerfið, með nákvæmlega sömu útgáfur á öllu, og deployum þá þessum Docker, en þá er samt sem áður eitthvað, það getur alltaf eitthvað klikkað í því að deploya þessu Docker image eða eitthvað, og þannig að það er alltaf þessi möguleiki á því að við þurfum að debugga á milli umhverfa. Þá umhverfi vera local development, hugsalega einhver staging server, hugsalega síðan einhver production server, og vonandi er þá staging serverin og production serverin að keyra í sama umhverfi, að því leyti að það er að keyra saman í Heroku með eiginlega nákvæmlega eins uppsetningu, fyrir utan að annars segir ég er staging, ég tek ekki við rauntrafík, hinn segir ég er production, ég tek við rauntrafík,
eða ef við erum að keyra þetta í AWS eða við erum að keyra þetta á vélum sem við erum að hýsa og reka sjálf. Það er alls konar möguleikar til að setja upp umhverfin okkar í þessu. En það sem við getum þá bara byrjaði að gera er að búa til einhvern gagnagrunn og við bara segja að við ætlum að búa þá til í þessu appi okkar hérna, bara einfalt. Ég hef ekki ennþá haft tækifæri til þess að hreinskrifa þetta svona einhverju leyti, það kannski nægi hérna einhvern tímann á næstu dögum, en við ætlum bara í staðinn fyrir það að vera með hérna, setjum þetta upp þannig að við erum með def sem að keyra hérna, hvernig það bara static def og bætum við nýju sem heitir bara def og við ætlum að segja node-mon source app JS og við ætlum að jaran add def node-mon og node-mon er svona node monitor sem fylgist með því ef við gerum einhverjar breytingar í appinu okkar eins og browsing þá reloadar hann servernum. Þá getum við gert núna npm run jaran def og þá erum við með þetta app hérna, við ætlum að segja hello world svona og þá pikkar hann þetta upp og reloadar fyrir mig. Nú getum við farið hérna og opnað serverin og hann er svona að keyra þarna og hann er þegar ég framkvæmi requesti þá er þetta þessum stað sem við vorum á í síðasta tíma. Hann er að skila dagsetningunni og dagsetningunni er að skila bara hérna út í sourceið, þú veist bara út í HTML sem kemur tilbaka frá servernum. Þannig erum við komið með þetta. Þetta er svona fyrsta sem við getum gert til að fá staðfestingu á því að við erum actually geta keyrt einhvern lifandi kóða við hvert request. Þannig að við erum ekki bara með eitthvað statist HTML sem við verum að gera eitthvað í clientnum. Við getum actually gert eitthvað á servernum áður en við sendum það áfram. Og það sem við ætlum að gera er bara að búa til eitthvað form hérna sem að leyfir okkur að skrifa eitthvað sem að við validatum hvað sem er búið að sé rétt. Ef það er rétt, skrifum það í gagnagrunn. Ef það er ekki rétt, þá segjum við notandanum og leyfum honum að laga það þangað til að það kemst inn í gagnagrunnin. Og þá er hérna, fyrst ég er að fara að skrifa svo mikið, þá komum við í svona skrifstöður, stend hérna hversu góður er ég í svona semi-skvatti. Og þá getum við byrjað á nokkrum leiðum. Við getum hugsað, ok, við hvaða gögnum viljum við taka? Viljum við byrja á því að búa til framendan? Viljum við byrja á því að búa til formið og tækla verkefnið þaðan, front-end inn á back-end, eða viljum við byrja á því að búa til gagnagrunnin og tækla þetta frá gagnagrunninum yfir í framendan og láta, af því að þú veist, þetta mun hafa áhrif á það hvernig við hönnum þetta. Þá kannski frekar ef við erum að gera eitthvað svona sem að vantar að skópa eitthvað, en við erum ekki að fara að gera eitthvað rosalegt projekt með einhverjum gommu af reytum, við viljum bara taka við einhverjum 2-3 reytum. En það getur haft áhrif ef við erum að búa til form sem það er að taka við 12 reytum eða fleiri, eða við erum eitthvað svona flóknari vensl eða einhver skref eða svona. Hvort ætlum við að byrja á því að hugsa gagnamódelið eða hugsa UX-ið á því sem við erum að búa til. Og ég myndi alltaf agitera fyrir því að hugsa UX-ið fyrst, af því að það hérna fylgir síðan í raun tæknilega útfærslan fylgir útfærslunni á því hvernig útlitið er. Þess vegna er oft gott að vera með einhvern hönnuð og þá fer þetta aftur í það sem við fórum yfir í Webfortran 1, að hafa hönnuð sem er að hugsa og búa til og hugsa interaktionunar, hvernig er upplifun notanda af því að nota Webfortran okkar. Þannig að við skulum bara byrja þar þó að það sé kannski svona erfitt í svona takmörkuðu dæmi. Við skulum bara taka dæmi sem við erum með hérna og vinna út frá því og við erum með hérna einhvern data validator, hann er með eitthvað form hérna og byrjum bara á því að copy-pasta þetta svo sem bara, svo skiptum við þessu yfir og eftir og notum EGS template og svona, ok, þetta sem tekur við nafni, netfangi og kennitölu. Bætum síðan við hérna að við ætlum að taka við einhver kommenti. Við ætlum að segja hérna athuga send, þá er það bara text area name comment.
ok. Svo þetta með eitthvað National ID pattern hérna og ef við skoðum það, þá það í raun eitthvað regular expression, þannig að þetta hérna kóðið fyrir regular expression. Við segir til eitthvað sem lítur út eins og kennitala. Þetta í raun ekki validation að þetta sé sönn kennitala, af því að íslenskar kennitölur eru þannig gerðar að þær eru með vartölu sem þú veist, ef ég legg saman þetta þessum reglum, þá ættu næst seinustu tveir stafirnir að vera einhver ákveðin vartala sem bara staðfestir að strengurinn var rétt búinn til. Síðan seinasta talan í raun öldin og það eru reglur þetta. Og það með til hérna kennitölu pakki á NPM, þannig ef þið einhvern veginn að vinna með kennitölur, þá getið náðið þetta frá einhverjum vinalegum forritara sem að bjóð til reglur fyrir þetta og eru hérna í raun skjalar hérna hvernig þetta bæði fyrir fólk, svo eru ákveðnar reglur þegar þú ert með fyrirtækjakennitölur og eitthvað hérna furðulega meiri kóð en maður myndi halda þegar þú ert að vinna með kennitölur. En allavega furðulega mikið meira. En þetta líka eitthvað svona hvenær ertu fæddur og eitthvað svona sem kemur þetta inn í. Ok, við ætlum að taka þetta, við ætlum að taka bara við kennitölur, taka við kennitölur líka, því að af hverju ekki. Og síðan í þessu að við ætlum að taka við þessum gögnum og byrjum bara að fá okkar hérna, fjarlægjum bara allt þetta, segjum bara hérna template, nafnið bara tómt og e-mailið tómt. Og núna sjáum við hérna að serverinn okkar restartar, svo við getum farið og við getum lokum bara þessu, við höfum bara hitt hérna, við kíkjum á þetta eftir og við fáum þetta núna svona, kannski, núna komum við einmitt í þetta, ok, þú veist, þetta eiginlega að fá eitthvað div hérna, en nú ég farin að vera að vinna þetta inn í einhverjum svona streng. Þetta svona alveg á seinustu að maður enn að vera að díla við þetta, að vera að gera þetta svona, þannig að þá template-málin að losa okkur undan þessu og síðan, eins og ég búinn að nefna áður, síðan komum við inn í hérna React, þar sem við svona fjúsum servernum og framendanum í svona eitt og við erum alltaf að vinna bara í svona einu. En núna þetta rosalega mikið, við erum að hugsa þetta bara serverinn, bara ótrúlega bare bones, þú veist, ekkert að gerast. Það ekkert að gerast á clientnum nema bara birta HTML. Ok, þannig núna ég komið með þetta og þá get ég farið hérna í network og ég get prófað að gera eitthvað svona, senda yfir. Svona, sendum þetta og þá fæ ég hérna cannot post á post og við sjáum hérna að þetta request headerinn segir það verið að hérna senda content type application xxx form URL encoded með requestinu hérna sem þessi gögn og við fáum tilbaka undir response sem bara serverinn segir 404, ég veit ekki hvort það tala og þá vantar okkur að setja upp einhvern sem tekur við þessu og þá vorum við búin að gera hérna á þetta en nú ætlum við að gera svona og þá getum við svara hérna svar við post. Nú getum við endurtekið þetta og þá fáum við núna svona form resenda þegar ég get bara endurtekið með því að reloada síðunni og já, þetta var /post, ekki svona. Við gerum þetta, svar við post, en ég ekki að gera neitt. Ég ekki að gera neitt við þessi gögn sem að koma. Og það sem ég þarf að gera í raun, þú veist, af því að öll þessi samskipti, saman hvort við erum hér eða í React eða einhverju öðru, þau eru öll að eiga sér stað bara með því að búa til HTTP requestur á milli clients og servers. Það þarf alltaf einhver server að gera eitthvað á endanum. Og þetta tungumáli sem við tala, HTTP, og í gegnum þetta content típurnar á efninu sem að fara á milli. Og þá getum við skoðað hérna JSON stringify rec.body. Ok, hvað gerist þá? Keyrum þetta hérna invalid status code. Já, ég setti þetta hérna í svona, þetta þarf að vera svona
og þá fæ ég bara hérna undefined. Þannig að ef við fjarlægjum þetta hérna að við fáum undefined út af því að í grunninn þá er Express eða oft á tíðum allir serverar sem við erum að nota í Node byggja annarkvort á Express sem eitthvað svona bara dependency sem við sjáum ekki eða er að nota HTTP pakkan eða HTTPS pakkan í Node til þess að vinna með gögnin sem koma og setja upp serverinn og gera þetta allt. Og það sem það þarf að gera hérna er í raun að kunna að taka við þessu requesti hérna, því hérna er í raun Firefox búið að forma þetta á svona máta fyrir mig, en þetta kemur svona. Þetta kemur sem URL encoded sem liggur hérna í nafninu, og þetta er form URL encoded, en þetta er alveg eins og við höfum séð með querystreng, að þetta er þetta setja heitið á breytunni, jafnt og merki og svo ampersand og merki á milli reita. Þannig að það er það sem að vafrinn gerir þegar það er búið til þetta post, er að taka gögnin úr forminu, ekki þessu formi heldur forminu sem við erum með hérna, og taka reitin hérna, valjúi sem að er búið að skrifa inn í formið, slengja þessu saman í þennan URL encodað streng og posta því síðan áfram á serverinu. Þannig að það er það sem að klientinn gerir fyrir okkur. Og það er ekki, við þurfum að kveikja á því að þetta sé í raun parsað og unnið úr þessu í Express, og við gerum það sem sagt með því að segja bara að þetta er svona middleware app use express.url encoded og svo setjum við hérna options extended true og þá extendar hann eitthvað út frá eitthvað í staðlinum, og þá get ég núna farið og þá við að gera þetta og þá kann Express að taka við þessum gögnum eitthvað bak við tjöldin, passar þau að því leyti, tekur og bara samkvæmt URL encoded standardinum í HTTP eða hvernig þetta er gert, pakkar þessu frá klientnum yfir í þá bara object sem við getum unnið með hérna í JavaScript í Node. Þannig að þá erum við komið með þessa tengingu á milli, við getum skrifað eitthvað í klientnum, í formið okkar og senda yfir, og svo er bara okkar núna að segja hvað svo. Og hvað svo er í raun að við ætlum að athuga hvort þessi gögn séu í lagi, og að þau séu í lagi þýðir í raun að þau innihalda gögn sem að eru á því formi sem okkur langar að vinna með. Og þannig kemur aftur þetta UX og þetta svona gagnamódel, hverju þarf að safna. Og þarna er bara gott dæmi það, við sem foreldrar varum að beðin að gera þetta form fyrir fyrirspurn á vef eða eitthvað, ótrúlega svona algengt verkefni, og það er verið að biðja kennitölu, og þá getum við spurt af hverju er verið að biðja kennitölu, af því að þá eru ákveðnar reglur og lög það hvernig við dílum með svona persónugreinanlegar upplýsingar eins og kennitölu í gögnum sem að fara á milli vefjar og notanda. Þannig að við biðjum þetta fyrir inn í eitthvað kerfi, hvort sem það er eitthvað gagnagrunnur eða eitthvað CRM-kerfi eða whatever sem er þarna bakvið, og hvað svo? Hvað er gert við þetta? Er allt í einu bara verið að geyma fullt mig í einhverju kerfi sem að er ekki þarf þess? Ef ég er að senda fyrirspurn hey, hvað er opið lengi hjá okkur? Það er kennitölu til þess. Nei, það er mjög erfitt að fara rök fyrir því. Það er að fara rök fyrir því að netfangi sé eitthvað sem ég þarf, bara því það er að geta sendið tölvupóst með upplýsingunum tilbaka eða eitthvað, jafnvel sími. Þarna er ekki bara svona basic að geyma kennitöluna. Kennitalan er ekki eitthvað sem við erum bara leika okkur með að safna bara þegar við getum það. Eða þá, biðjum kennitölu, heimilisfang, bla bla bla, alveg alls konar dót. Það eru takmörk fyrir því, og maður þarf að geta fært sannarlega rök fyrir því að maður sé að safna ýmsum af þessum upplýsingum, og sérstaklega maður er að geyma þau og þessi einhvern veginn að rekja þau saman með einhver önnur gögn og eitthvað svona. Þannig að þarna koma svona persónuverndar málefni inn í myndina. En allavega, þegar við erum búin að komast að hvað okkur vantar að vista, og við vitum að nafn til dæmis, hvað getum við sagt um nafn? Getum við sagt, nafn verður að vera minnst 3 strengir, eða 3 stafir. Nei, það eru til nafn sem eru 2 stafir, það eru til nafn sem eru 1 stafur.
ætti nafn að vera fornafn og eftirnafn. Erum við þá ekki að gera eitthvað svona assumption það hvernig nöfn eru hjá þeim sem maður muni skráfa þetta inn? Það eru bara Íslendingar sem nota, en hvað ef þetta fyrir aðra en Íslendinga? Það hægt að rekja sig áfram með svona þessar forsendur sem maður gefur sér í því að búa til og taka við þessum gögnum. En þá oft bara að segja nafn, og nafni má ekki vera tómistrengur. Síðan netfang getur verið alls konar. Þau eru miklu flóknari en maður heldur, og eina leiðin til að staðfesta bara fullu að netfang sé í lagi bara að prófa að senda tölvupósta sem ástæða fyrir því að oft þegar maður að skrá sig þá þarf maður að íta á einhvern link í einhverju tölvupósti eða kopía eitthvað úr tölvupósti yfir í eitthvað form til þess að staðfesta að maður sé bæði þetta sé löglegt netfang og að maður hafi aðgang að því. Og síðan athugasemd og þá kemur athugasemdin hvað eru mörkin á henni, og þarna getum við síðan fara að skoða svona tæknilega annmarka á formunum okkar, eins og til dæmis getið tekið bara við óendanlega strengnum, það í lagi, eða hef ég eitthvað eframörk, og þá það einmitt hvað make a sense. Þetta svona kemur aftur inn í svona þessar testpælingar, hvað erum við að gera til þess að testa gögnin okkar. Til dæmis ef ég að testa eitthvað svona, þá myndi ég byrja því að taka bara einhvern ógeðslega langan texta og paste inn og sjá hvað gerist. Í þessum tilfellum þá brotnar eitthvað einhvers staðar, þú ert bara að posta einhverju ógeðslega miklu, eða bara inn í einhvern reit, eins og nafnreitin, bara eitthvað, hvað tekur við miklu, kæra form? Og það er bara eitthvað, nei, þetta alltaf, ég setti max length, þá fer maður bara og fjarlægir það, fjarlægir required. En hvað núna? Þá kemur það inn í þetta að við getum aldrei treyst því að nokkuð sem við forritum að framenda skili sér í bakendan. Af því að ég get alltaf annarkvort áttu þetta og breytt þessu bara eins og með listir, eða ég get nota tól eins og curl eða ykkur álíka til þess að smíða requestur sem eru bara nákvæmlega eins og ég vil. Þannig ég get farið og ég get með þess að farið bara í farið í Firefox, ég get resend, ég get edit and resend, afskaplega þægilegt þegar maður debugga ykkur issue, og ég get bara átt við þetta ég get bara breytt nákvæmlega því sem fór á milli clients og services. Ég get breytt headerum, ég get gert alls konar óskunda bara með því að rugla í gögnunum. Og þetta munum við sjá aðeins í næstu viku þegar við þurfum að skoða svona öryggismál, hvað við þurfum að vera ótrúlega mikið á tánum þegar kemur að taka við gögnum frá notendum, af því það er svo auðvelt að rugla í manni ef maður ekki allavega að hugsa aðeins það hvað að gerast með tilliti til öryggis. Þetta var ágætis byrjun svo sem. Skulum taka okkur 10 mínútna pásu og halda áfram klukkan 15:50.